Á þessum myndum sem Bryndís Brandsdóttir jarðeðlisfræðingur tók með flygildi í dag frá norðurenda hraunjaðarins sjást hraunbleðlar, það eru dökku blettirnir, brjótast undan megin hraunstraumnum. Tæplega 20 kílómetrum sunnar sést í gosstöðvarnar sjálfar og hvernig mökkurinn liggur í norður. Í fjarska glittir í Dyngijökul og Kverkfjöll blasa við. Miðkvísl jökulsár á fjöllum streymir meðfram austurjaðri hraunsins sem náði ekki að stífla kraftmikla jökulana. Jaðar hraunsins er hættur að renna fram, svo mikið hefur dregið úr gosinu að kvikan drífur ekki alla leið. Starfsmenn jarðeðlisfræðideildar Háskólans í Cambridge komu fyrir mælum og gosstað nokkrum klukkustundum áður en byrjaði að gjósa. Prófessor við deildina vonast til að hægt sé að komast að því hvers vegna kvikan hreyfist svo lengi undir yfirborðinu áður en hún brýst upp. Jarðeðlisfræðideild Háskólans í Cambridge setti fyrir 8 árum upp mæla á öskjusvæðinu sem geta greint mjög litla jarðskjálfta. Þetta hefur nýst til að kortleggja hvernig kvikan þrýstist upp. Starfsmenn deildarinnar fylgdust gaumgæfilega með því hvernig skjálftavirknin færðist frá Bárðarbungu í norður í átt að svæðinu þar sem mælarnir voru. Ákveðið var að setja upp 15 mæla í viðbót við enda kvikugangsins. And it just so happened that that's exactly where it eventually erupted. So we finished deploying the instruments at 10 o'clock one night, and the eruption started just around midnight, a couple of hours later. So we're so happy to have this array of instruments exactly over where it erupted, and that's a unique data set. I don't know of anywhere in the world that's got a data set like this. White segir að með þessum mælingum sé hægt að sjá hvar kvikan sé nákvæmlega og hversu hratt hún hreyfist. Það geti orðið til þess að hægt sé að spá betur fyrir næsta gos. Einnig verði athyglisvert að sjá hvernig kvikan brjóti sér leið í gegnum jarðskorpuna og hvernig hún kemst upp á yfirborðið, einkum í ljósi þess að þessi kvika hafi farið yfir 40 kílómetra leið undir yfirborðinu. That's a fascinating story. Why does it move sideways so far before it comes out? And it makes you think it's not just dangerous to live near a volcano, it's dangerous to live 50 kilometers away from the volcano as well. Ertu að taka þetta upp? Já. Yfir 40 ríki hafa samþykkt að taka þátt í hernaðaraðgerðum gegn samtökunum Íslam